Ég ætla að segja ykkur frá svona notkun kennara, hverju þau sögur því hvernig það verið að nota gervigreindina. Og ég ætla að byrja að segja frá spunagreindartölum, hvaða spunagreindartöl var verið að nota. Og að sjálfsögðu var það ChatGPT, ekki Copilot sem skólinn er að bjóða okkur upp á. En þetta er Copilot chat og getur verið annarkvort ókeypis útgáfan eða útgáfan sem er í gegnum HÍ. En það er alveg augljóst að það eru langflestir að nota ChatGPT. Svo sjáum við Gemini, Elicit, Cloud, DeepSeek, Skype, Perplexity og Skyspace. Og þetta er sem sagt, það sem er blátt þarna, það eru notkunin frá sjaldnar en vikulega, nokkuð sem er viku og daglega. Og svo spurðum við út í, ertu með áskrift að einhverju kerfi og það var það sama að það voru 117 kennarar, 40% af kennarunum sem sögðust vera með áskrift. Og af þeim eru 83% með áskrift af ChatGPT, en svo voru þetta sumir kennarar með áskrift af 5 kerfum, aðrir einu kerfi, sumir af 2 og 3. Þannig að það var alveg nokkrið með alveg áskrift af 4 og 5 kerfum. Þannig að þetta er líka svona pínu áhugavert. Og ef við skoðum sjálf notkunina þá sjáum við það að hún er nú ekki komin, hún er nú ekki mikil, ekki hjá þessum hópi sem svaraði allavega. Að þetta er til að fá hugmyndir, nota gervigreindina til að fá hugmyndir af verkefnum, kennsla fram á námsefni og við sjáum að það er svona frá frekar sammála til mjög sammála, einhver notkun frá 27 til 39% og mest í verkefninu. Og þegar við skoðum undirbúning, hvernig kennarar nota gervigreind þar, þá eru flestir að nota til að útbúa námsefni sem er tæpt 30%, annað námskeið og námskeiðslit á 26%, útbúa fyrirlestra og glærur og gera kennslu allanir 20-22%. Þannig að við sjáum að það er svona 1/4 af kennurum sem voru, þessi könnun var gerð hvort hún fór á stað í maí, þannig við söfnum mestum á svörunum í júní, ágúst og svo september á síðasta ári. Og við höfum hugsað okkur að fara með minna afbrigði á þessari rannsókn eftir svona ár til að sjá breytinguna sem hefur orðið. En þetta gefur okkur allan og við sjáum líka hvað opaslega margir sem eru mjög ósammála sem nota bara alls ekki neitt. Það er 50%. Það er svolítið svipað alveg saman hvað notkun við erum að spyrja. Í allan svona sem tengist kennslunni beint, útfæra verkefni, semja spurningafrí próf, útbúa matskvarða og fá aðstöðu að gefa endurgjöf. Þannig að við erum svona, já, máðilega segja, við séum, það eru kennarar sem eru byrjaðir og eru að nota gervigreindina mjög mikið og svo er ofsalega stór hópur sem ekkert byrjaðir að nota gervigreindina. Og þannig að, og við sjáum til þess að veita endurgjöf á verkefni nemenda, þar er kannski að því að það er kannski ákveðin hræðsla við að nota gervigreindina í það, en það virðist vera tiltölulega fáir bara 14%. Og þetta fannst mér nú bara ótrúlega hátt miðað við að þetta eru allir skólinn, þetta er ekki bara von, að kennarar eru að nota gervigreind í gagnagreiningu 24%, forritun 21% og hermun 9%. Og já, eins og mér finnst þetta ótrúlega að hafa tölur með að þetta er að hugvísindasviði, félagsvísindasviði, þannig að það virðist vera bara forritana víðar en bara á von. Eða ég er ekki að sko það. Og hérna erum við að tala hvernig að nota gervigreindina til að aðlaga námið að svona nemendum með fötlun og annað slíkt og við sjáum að það er mjög lítið af því það gervigreindin er að nýtast mjög vel við aðlaga námsefni og annað að nemendum sem eru með sérþarfir og þar erum við bara svona rétt að byrja 8% sem eru að sérsniða námið að þörfum einstakra nemenda og að búa til aðgengilegt námsefni fyrir mismunandi hópa 10%. Og svo margmúlin, hún er mjög fáir sem eru að nota hana til að búa til hljóðvörp og myndskeið. Og svo ætlum við aðeins að ræða áskoranir sem kennarar hafa mætt eða telja sig til staðar við notkun gervigreindar og þetta þetta líka áhyggjuna svolítið líka kannski smá hræðsla og kannski pínlítið neikvæðu þættinir sem að kennarar upplifa. Og hérna erum við að tala að langflestir hér í þessu þetta áskoranir samt við tækni, þekking og umgjörð. Ég er með 2 glærur áskoranir. Og langflestir hér tala að vanti ramma og upplýsingar hvernig með nota gervigreindina. Og þessum tímabili erum við þetta með ramma notkun gervigreindar sem segir do as a teacher tells you og kennarar margir hverju hafði ekki þekkingu
til að vita hvernig ætti að gera þetta. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að það sé svona há prósenta, 63%. Og nú erum við komið með stefnu og það er verið að byrja að vinna leiðbeiningar og eitthvað komið. Þannig að við erum að vinna núna með þessa þætti sem koma inn út. Það vantar meiri stuðning og líka kennarar að tala annað 50% vanti, eða 49% að það vanti meiri þekkingu. Og það var líka áberandi samt í þekkinguna að hvað margir kennarar töluðu að þeim vantaði, langt flestir töluðu það, þeim vantaði svona stuðning eða þekkingu á hvernig þeir getur stutt við nemendur. Það virðist vera mikill svona þörf á því. Og við höfum til dæmis ekkert verið að bjóða upp á neitt slíkt, hérna hjá kennslumiðstöð. Þannig að það er rosalega gott að fá svona niður rannsókn þannig að við getum svona þróað námsefni og fræðslu fyrir ykkur út frá þessu. Og svo svona skortur á úrræðum, svona tími, fjármagn og efni, það vantar alltaf tíma og peninga. Tæknileg vandamál áskorun 29% og svo fá aðgengi að gervigreindar og tólum 29%. Og þetta er eitthvað sem við höfum ekki séð í neinni annarri rannsókn. Hvergi. Það er svona sambærilegt það sem við erum að skoða með aðra erlendir rannsóknir, en þetta að sé eitthvað að vera að pæla eða sem það vanti svona aðgang að gervigreindar, þetta er eina rannsóknin sem við höfum séð það í. Og svo ætla ég að fjalla áskorunni varðandi svona siðferði, traust og ábyrgð og það kennarar eru augljóslega mjög hræddir við að nemendur séu að nota þetta óábyrgt, 91%. Þetta er mjög hátt hlutfall og þar er 48% mjög sammála þessu. Og síðan erum við að tala að fleipi gervigreindar sem er svona rangar staðhæfingar, að það sé áskorun því að við getum ekki treyst því sem gervigreindin kemur með. Og siðferðileg álitamál áskorun, hvernig má ég nota hana? Þetta er bara mjög eðlilegt að þessar tölur séu svona háar. Og hlutdrægni í svörum hræddur við bias í gögnunum sem eru og hefur sýnt sig að eru mjög mikil og svo áhyggjur af persónuvernd gagna. Þannig að þetta er allt ykkur ástæður og alveg skiljanlegt hvað þetta er hátt. Og það er alveg ástæða til að kannski ættum við að hafa áhyggjur af þeim sem hafa ekki áhyggjur af þessu. Frekar.